Fólki mjög svo brugðið og fólk spyr hvað að gerast. Það dylst engum á jarðarkringlinu okkar þessa dagana að það eitthvað mikið á seyði, eitthvað hættulegt og þeir kalla það vírus eða veiru. Nýjustu fréttir frá Bandaríkjunum herma að, og ég heyrði þetta fyrst í gær, að 40 milljónir íbúa Kaliforníuríkis var fyrirskipað að loka sig heima. Fara helst ekki út fyrir hús nema í allra brýnustu nauðsynjum eða tilfellum. Í morgun heyrum við í fréttum að það eru allmörg fylki eða ríki innan Bandaríkjanna búin að gefa út sams konar viðvörun. Það eru allir hræddir, allir óttast einhverja litla veiru og menn spyrja hvað að gerast. Í orði Guðs að finna mjög merkilega spádóma. Það ekki endilega talað vírus, en það talað sjúkdóma og illkaun og alls kyns annað sem óvinur Guðs og manna mun leggja á okkur mennina vegna þess að hann hatar okkur. Við erum sköpunarverk skaparans og honum mjög illa, þar að segja Satan, við allt það sem viðkemur skaparanum eða minnir á hann. Ef hann fengi að ráða, myndi hann útrýma öllu lífi á jörðu. En kæru vinir, orð Guðs ítrekkar og segir frá því margoft að við höfum ástæðu til þess að bera höfuðið hátt því að það lausn við þessum vanda mannkynsins sem kallast sjúkdómar eða eitthvað sem herjar á okkur sem lætur okkur líða illa og jafnvel leiðir til dauða. Svo ég ætla að sýna ykkur nokkra texta, yfirlýsingar frá Drottni sjálfum, frá Biblíunni og í samhengi við það sem að gerast í dag að skilja hvað í rauninni að gerast. En fólki mjög svo brugðið. Jesús var í musterinu, þetta var fyrir nær 2000 árum. Gengu það út úr musterinu og lærisveinarnir með honum og þá segir í 24. kafla hjá Mattheusi frá 3. versi, þá hann sat á Olíufjallinu, þeir voru komnir þar upp á Olíufjallið eftir að hafa verið í musterinu. Þá gengu lærisveinarnir til þess og spurðu hann einslega, segð þú oss, hvenær verður þetta? Það að segja, hann hefði verið að tala að musteri yrði eyðilagt, þar sem ekki myndi standa steini við steini og þetta fannst þeim undarlegt lærisveinunum. Svo þeir koma og spyrja, hvenær gerist þetta? Og að þeim fannst að ef að musterið einhvern tímann verður lagt í rúst, það hlýtur að vera við endi veraldar. Þess vegna spyrja þeir, segð þú oss, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komið þinnar og endaloka veraldar. Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkurn leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Nú ég ekki hér í dag til þess að auka á óttamanna eða skapa skelfingu. Ég engin spámaður skelfinga sem að sumir predika yfir mannkyninu. Ég engin spámaður, ég bara boðberi Drottins að kynna fyrir þeim sem ekki vita hvað Guð hefur að segja okkur okkar tíma og eins og lærisveinarnir vildu fá að vita hvernig og hvenær gerist þetta með endalok veraldar. Hvernig getum við séð og vita að endalokin nálgast? Það það sem fólk að velta fyrir sér í dag og fólk óttaslegið. Bara við eina pínulitla veiru eða vírus sem ekki sést með berum augum. Menn hræddir í dag. Í trúarjátningu þeirri sem flestir Íslendingar játa meðal annars sagt Jesú Krist að hann steig upp til himna, situr þar við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða.
Jesus sagði lærisveinunum, og við getum fundið það í Nýja testamentinu og ýmsum stöðum, þar sem hann boðaði, ég kem aftur. Og í trúarjátningu landsmanna að finna þessa yfirlýsingu, Jesus mun koma aftur. Þar í að finna lausnina við þessum vágestum sem að herja á mannkynið, ekki síst núna, í gegnum eina litla veiru sem margfaldast og stefnir lífi þúsunda í voða. Jesus sagði sjálfur á öðru stað, og þetta í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls í byrjun. Þar segir hjarta þess skelfist ekki. Við höfum ekki verið hrædd þrátt fyrir allt. Hjarta þess skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagt yður, ég færi að búa yður stað. Þegar ég farið burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur, sjáu þið, hann kemur aftur. Og hann segir, og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Lausnin fyrir mannkynið að Kristur kemur aftur. Það sorglegt að þetta ekki boðað mjög mikið, jafnvel í mörgum kristnum kirkjum. En hann mun koma aftur, hann mun standa við orð sín, og þar lausnina að finna. Við þurfum ekki að skelfast. Jú, það getur vel verið að við þurfum að líða á einn eða annan hátt af sjúkdómum sem Satan kveikir á meðal manna. En Drottinn ætlar að koma og frelsa okkur frá þessum skelfingar eða óttalega heimi eins og margir telja hann vera í dag vegna svona fyrirbæra. En við skulum halda áfram að skoða nokkur fleiri vers. Í 21. kafla hjá Lúkasi, frá 26. versi, þá það Jesus sjálfur sem segir, menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða, fyrir því koma mun yfir heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu bifa, sjáu þið? Í dag margir skelfingu lostnir, ótta slegnir, og Jesus sagði, það eitt táknið endalok veraldar, en það ekki endilega endurinn. Í versi 27 þar áfram segir hann, þá munu menn sjá mannsson koma, eða mannssonin koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. Getið þið rétt ímyndað ykkur dýrðina þegar Drottinn birtist á ný, með allar hersveitir englana, engla himinsins, honum með í för. Og það verður mikill máttur og máttaverk sem að verða augljós þá. Vers nr. 28 segir, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og liftið upp höfðum yðar því að lausn yðar í nánd. Þetta ekki jákvætt? Lausn yðar í nánd. Þegar svona fyrirbæri gerast, eins og með veiruna, eins og með síaukna jarðskjálfta, eldgos og annað þvíumlíkt, þá það merki að Kristur fer að koma. Í 29. versi, þarna áfram hjá Lúkasi, 21. kaflanum, þá segir hann þeim einnig þessa líkingu. Gætið að fíkitrénu og öðrum trjám, þegar þið sjáu þau farin að þruma, eða bruma á það nú að vera, þá vitið þér af sjálfum yður að sumarið í nánd. Eins skuluð þið vita þegar þið sjáu þetta verða að Guðsríki í nánd. Sjáu hversu oft það leggur áherslu á tákn sem sín okkur nálægð komu Drottins. Tókuð eftir því í fréttum fyrir svona eftir viku síðan að lóan var komin. Og þegar lóan heyrist syngja sitt dyrðindi í marsmánuði yfirleitt, þá vitum við að vorið í nánd. Jafnvel þó að séu frost á jörðu og snjóar miklir sumstaðar. En þegar lóa birtist, það boðberi vorið. Eins það, alveg svo Drottinn var að tala brumið á trjánum. Þannig að fyrsta vísu að laufin fara að springa út á greinum trjáa, að þá vorið í nánd. Og það líkir komu sinni við þetta náttúru undur.
Og fyrir okkur Íslendinga, þegar lóan að koma, þá vorið í nánd og við vitum af öðrum táknum sem Biblían telur upp að þegar það fer að koma fram að þá endurinn nálægur. Margir hlæja af þessum boðskap. Hvaða vitleysa þetta að boða endalok veraldar? Við skulum ekki hlæja af því sem Drottinn boðar, því að hann sannleikur og hann boðar ekkert nema það sem satt og rétt. Í 24. kafla í Mattheusarguðspjalli segir enn fremur frá 6. versi, og það Kristus sem talar. Þegar þér spyrjið hernað og ófriða tíðindi, gæti þess að skjálfast ekki, þetta á að verða. En endurinn ekki þar með komin. Sjáu þið, það atvikaröð sem hann minnir okkur á að muni gerast áður en hann sjálfur birtist í skýjum himinsins. Það segir til dæmis í 7. versi, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingarhríðanna. Og nú segja sumir, það alltaf jarðskjálftar, það alltaf eldgos og allskyns styrjaldir og hernaður víðast hvar. Það alveg rétt, en þetta færist allt í aukana. Og það fer að koma yfir mannkynis smátt og smátt meira það sem við kallum ráðleysi eða ráðaleysi þjóðanna. Í Jeremía, í 8. kafla og 20. versi að finna yfirlýsingu fólks sem veit að það glatað. Alveg á síðustu dögum, allra síðast rétt þegar Kristur að koma og þá sjá þið, Kristur að koma og við gerðum ekkert í því. Það segir þarna uppskeran liðin, aldurskurðurinn á enda, en við höfum eigi hlotið hjálp. Þetta angista hróp þeirra sem kærðu sig kollóttan boðun hjálpræðisins, það sem við höfum að segja á grundvelli reikningana, að Kristur muni koma aftur og leysa vandamál mannkynsins. Og hann mun bjóða öllu sem vilja inn í dýrð himinsins ef þeir bara vilja. Ef það fæstu sem vilja. Munið hvað Kristus sagði? Þeir eru margir sem fara að breiða veginn til glötunar, en fáir sem rata mjóa veginn til hjálpræðis. Nú farið við í 16. kaflan í Opinberunarbókinni. Opinberunarbókin kærleiks boðskapur Krists til jarðarbúar, sá síðasti í allri reikningunni. Og þar að finna allskyns tákn og fyrirbæri sem munu gerast rétt áður en Kristur kemur. Þar segir þarna í 16. kaflanum og 1. versi, ég heyrði raustu mikla frá hásætinu, frá musterinu, segja við englana 7, farið og hellið úr þeim 7 skálum Guðs reiði við jörðina. Og hinn fyrsti fór og hellti úr sinni skál á jörðina. Þetta eru táknmyndir það sem gerist á jörðinni. Og vond og illkynjuð kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Dýrið og líkneski dýrsins eru aðeins táknmyndir mannleg og trúalegt vald sem mun verða allsráðandi á jörðinu undir lokin. Og það eru mörg merki þess í hinu kristna heimi í dag að það farið að bera mjög á þessum trúalegum og mannlegum máttarvöldum sem berjast gegn Guði og orði hans. En lesum þetta nánar í öðru versinu í 16. kaflanum, að vond og illkynjuð kaun komu á mennina. Við erum að tala veiru eða vírus í dag. Þetta bara byrjunin. En þegar vond og illkynjuð kaun koma á mennina í fyrstu pláunni af 7 pláum sem eru taldar upp þarna í 16. kafla Opinberunarbókarinnar, þá allt orðið og seint fyrir fólk að snúa sér til Guðs. Þið munið við nánari rannsókn á orðið Guðs, sérstaklega Opinberunarbókinni, að komast að raunu að þegar pláunum verður hleypt óhindrað af stað, að þá orðið og seint að fara að snúa sér til Guðs. Þá náðartíminn á enda. Ég ætla ekki að fara út í það núna hér í dag,
En ég skal með ánægju útskýra þessa hluti fyrir hverju þeim sem kemur í boðunarkirkjuna eða óskar eftir nálægð minni á heimilu þeirra og útskýra þessa hluti betur þar. En það vel þess virði, vinir, að taka mark á orði Guðs og aðvörunum hans. Hér í þessari fyrstu af 7 plágum Guð að segja frá miklu alvarlegri fyrirbærum sem munu þjá mannkynið. Ekki vegna þess að Guð vilji það, heldur samkvæmt því sem við lærum til dæmis í Jobsbók. Bæði 1. og 2. kapítula Jobsbókar, það Satan sem slær mennina með allskis kaunum eða sjúkdómum. Lesið þið 1. og 2. kaflan í Jobsbók. Svona í stuttumáli þá fáið þið að kynnast því hver á bakvið svona sjúkdóma, eins og þessi vírus sem margir óttast í dag veldur. Það annað og meira að koma. Það mjög langt líður. Í 22. kafla Opinberunarbókarinnar, þetta síðasti kapítuli Biblíunnar. Þar segir Drottinn, tíminn í nánd. Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn réttláti stundi áfram réttlæti. Sjáðu þið, þannig náðartími búinn. Ranglátir, þeir get ekki annað verið áfram ranglátir frá þeim tíma þegar þessi yfirlýsing hljómar. Og réttlátir get ekki annað verið réttlátir frá þeim tíma, og það sami tíminn þegar þessi yfirlýsing gefin undir lokin. Og hinn heilagi helgist áfram segir, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Haustuðu ykkur? Það á ýmislegt eftir að gerast. En þegar að rétt ári Kristi kemur, þá verður kveðinn upp þessi dómur, þessi úrskurður, hið efra á himni í musturi Drottins. Það sem að Hebreabréf segir okkur að Jesús okkar æðstiprestur að tala máli okkar í dag. En þegar því verki lokið, þá gefur hann þessa yfirlýsingu út. Að nú verða ranglátir áfram ranglátir. Það verður ekkert á himni eða jörðu sem breytir því eftir að hann gefur út þennan úrskurð. Réttlátir sem Drottinn hefur þá mælt með sem réttlátu fólki í dómi Guðs, þeir verða áfram réttlátir, svo líður örskömm stund eða skammu tími og Kristur birtist í skýjum heimsins, því að þá hann á leiðinni til jarðar að sækja fólk sitt. Þá hefur hann launin með sér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Hvað vorum við að lesa áðan í tilvitni sem ég tók út úr trúarjátningu flestra Íslendinga sem játa trú á Jesú Krist? Að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Þannig þessar plágur og mörg þessara fyrirbæra eins og þessi veira sem vekur skelfingu í hjörtum milljóna í dag. Þetta aðeins fyrirboði undanfari þess að Kristur að koma. Eins og lærisveinarnir spurðu, hvernig vitum við að koma þín, endurkoma þín í nánd? Jú, þegar þið sjáu þessa hluti gera saman. Förum í 6. kaflan í Opinberunarbókinni. Það af mörgu og af nógu að taka í þessari síðustu bók Biblíunnar sem flestir kristnir vanrækja. Þar segir hann frá 12. versi, ég sá lambið, þetta Kristur, lambið lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hæruseppur og allt tunglið var sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Og himinin sviptist burt eins og þegar bókfell vefst saman og takið eftir þessu. Og hvert fjall og ey færðist úr stað sín. Og við búum á eyju. Allt verður skekið og hrist sem hægt að hrista hér á jörðu. Og almáttugur Guð, fyrir honum þetta ekkert mál að hrista upp í meðvitund lands eða íbúa jarðarinnar. Hvað að gerast rétt áður en kemur? Tökum við mark á spádómi Biblíunnar það sem gerist
héðan í frá og til endalokana. Biblían talar oft og mikið endalokin. Þið ættir að sjá meira þar að lútandi hér í dag. Í þessu sama kafla númer 6 í Upprunabókinni frá 15. versi sagt frá skelfilegum atburðum eða sem valda skelfingu meðal íbúa jarðarinnar. Konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Af hverju? Af því að hann kominn sem þeir höfðu hafnað, ekki hlustað á. En svo segir í 16. versi: og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Er þetta ekki undarleg orð? Lambið sem gerir engum mein. En lambið í Biblíunni og í spádómi Biblíunnar táknar Jesú Krist sem gerir engum mein. En hann mun ekki líða synd endalaust og hann kemur til þess að eyða allri synd. Hún verður aldrei framar þegar hann hefst handa. Og svo segir þarna að kominn dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra, það að segja föðurins og sonarins. Og hver mun geta staðist? Enginn nema þeir sem hafa meðtekið hjálpræðið í Jesú Kristi. Tíminn að renna út, vinir. Í öðru Pétursbréfi á 3. kafla þá segir þetta frá 3. versi: þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum, það verður að tala endalokin, munu koma spottarar og stjórnast af eigin girndum og segja með spotti. Og ég bæti við hérna, takið eftir, þetta fólk sem hefur trúað á eitthvað í Biblíunni en gengið af trúnni, því að þeir segja: hvað verður úr fyrirheitunum komu hans? Því að frá því feðurnir sofnuðu, það að segja dóu, stendur allt við sama, eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því, segir drottinn, að himnar voru til forðum og jörðin til orðin á vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Endurinn að koma þarna, eða samkvæmt þessari lýsingu sem á við okkar það. Og við höldum áfram í þessu sama kafla. Það segir: ekki drottinn seinn á sömu fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langleymdur við yður, þar það vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Það svo oft að kristið fólk gengur af trúnni, missir þolinmæðina og segir: af hverju skiptir Guð sér ekki af? Af hverju eyðir hann ekki synd? Og Satan, af hverju bindur hann ekki endi á böl mannana? Hann ætlar að gera það. Við erum alltaf að lesa það, aftur og aftur. Og ég aðeins að sýna ykkur örlítið sýnisvona öllu því sem Biblían hefur að segja okkur, og þar með Guð sjálfur, tíma endalokana. Og drottinn, hann segir, hann bara langlyndur við yður. Hann hefur látið þetta dragast af því að getur ekki hugsað sér að sjá á bak fólksins sem ætti að segja: já, takk fyrir drottinn, fyrir hjálpræðið í Kristi Jesú. Og þar að hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Það það sem veldur því að Guð dregur þetta. Það vil gefa okkur meira tækifæri, en tíminn að renna út. Í Jesaja 25. kafla, þar eru mjög ítarlegar lýsingar á því sem gerist að lokum. Frá 8. versi segir að hann mun afmá dauðan að eilífu, og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin á hverja ásjónu, og svívirðu síns líðs mun hann burt nema af allri í jörðinni. Sjáðu, hann ætlar að hefjast handa innan skamms. 9. versi: á þeim degi mun sagt verða: sjá, þessi vor Guð, við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Þessi drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Munið eftir yfirlýsingunni sem ég las áðan í Jeremía 8:20. Þá hrópa þeir þegar það orðið og seint að iðrast:
Aldinskurðurinn á enda og við höfum ekki hlotið hjálp, segja þeir sem glatast að lokum. En hérna yfirlýsing þeirra sem þraukuðu og treystu og gengu ekki af trúnni, hvað sem annars ágekk á jörðinni. Þeir segja að lokum að þessi drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Í sömu spádómsbók Jesaja, nema nú það í 24. kafla frá byrjun, þar segir, sjá, drottinn tæmir jörðina og eyðir hana, hann umhverfur ásjóni hennar og tvistrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfrey og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okrarann og skuldunaut hans. Jörðin skal verða altæmd, takk eftir, og gjörsamlega rænd, því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar menni líðsins á jörðu blikna. Það verður lítið úr þeim. Af hverju jörðin tæmd? Af því að Jesús kominn. Það hefur þá gerst sem vorum að lesa í trúarjátningu í byrjun, trúarjátningu landsmanna, að Kristur kemur aftur að dæma lifendur og dauða. Og þegar hann hefur gert það og hann kemur og sækir okkur, það verður engin eftirlifandi maður á jörðinni, ekki þá. Og svo áfram í 24. kafla frá 5. versi segir hann, jörðin vanhelgast undir fótum þeirra á henni búa. Af hverju? Því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita, svo að fátt manna eftir orði. Þegar það segir fátt manna, það þýðir það verður engin maður lifandi á jörðinni eftir að Kristur farið með fólk sitt í himis, því ranglátir deyja þá. En það annað efni sem vel þess virði að íhuga vel í sambandi með 1000 árin hér á jörðu. En tókuð eftir því að sumir gjalda þess að brjóta gegn stjórnarskrá Guðs ríkis og þeir farast af hita. Hvað verið að tala í dag í sambandi við loftslagsbreytingar? Það leiðir til að hitinn á jörðu hitnar. Hérna spádómur þar að lútandi. Það segir líka frá 19. versi í 24. kafla Jesaja að jörðin brestur og gnestur, jörðin rofnar og klofnar, jörðin riðar og iðar. Jörðin skjárar eins og drukkin maður, henni svipar til og frá eins og vöku skýlis. Misgjörð hennar liggur þungt á henni, hún hnígur og fær eigi risið upp framar. Ekki þessi jörð, drottinn ætlar að skapa nýja jörð. En klukkan slær, almanakið líður dag frá degi, ár eftir ár. En sá tími að koma að aldurskurðurinn á sér stað. Uppgjör á sér stað hér á jörðu. Tímaglasið að tæmast og það tímaglas spádómanna sem við bregðum upp hér. Jesús sagði, vakið því þér vitið ekki daginn né stundina. Þau sagði Lúður hljómur oft notaður í Biblíunni, sérstaklega í sambandi við spádóma. Og þegar farið var í hernað, að þá var blásið í lúðra. Í spádómum Biblíunnar verið að blása í lúðra mannkyninu til aðvörunar, því að tíminn senn á enda. Og skaparinn, Jesús Kristur, hann grætur yfir hörmungum þessarar jarðar og mannkynsins vegna þess að mannkynið hlustar ekki, tekur ekki mark á, eða ef þeir hafa meðtekið trú á hann, margir hverjir hafa gengið af trúnni og afneita
frelsaranum. Jesús, hann margoft benti okkur á Biblíuna, því að það áreiðanlegt, þar sannleikan að finna. Og þar Jesús boðaður sem einn vegurinn til eilífs lífs, einn sannleikurinn. Sannleikan hvergi annars þar að finna. Og hann einn uppbretta eilífs lífs. Svo að við gerum vel í því, vinir, að lesa Biblíuna, taka til okkar aðvaranir Guðs og óttast ekki. Þó að fólki sé mjög svo brugði hér á jörðu í dag vegna þessarar veiru. Og hún hættuleg, ég vil ekki gera lítið úr því. Ég vil heldur ekki vekja skelfingu hjá fólki, en sem boðbera orðs Guðs mér eins og öðrum prestum og kennimönnum uppálagt að boða orðið, boða sannleikan, eins og það að finna í Biblíunni. Og megi Guð hjálpa okkur öllum til að meðtaka orðið og ganga í trú á Drottinn þar til yfir lýkur. Ég hvet ykkur, vinir, til að fletta upp í orði Guðs, byrjið að lesa. Og það getur orðið ykkur til eilífrar sáluhjálpar að taka mark á því sem Guð almáttugur segir. En handan við þetta allt að finna undursamlega boðskap. Handan við komu Guðs. Hann kemur til að sækja fólkið sitt og býður það velkomið inn í himinin. Og það getur gerst áður mjög langt líður. En þar býður okkar eitthvað sem engin mannlegur listamaður getur málað eða teiknað upp. Svo dýrlegt það. En í Biblíunni, bæði í Jesaja og eins í Opinberunarbókinni, lýsingar á framtíðar heimkynnum okkar. Og það meira en nokkuð listamaður getur málað eða teiknað. Ég leyfi mér að hlakka til, vinir, til þess að Guð hefjist handa, að sonur hans, Jesús Kristur, komi að sækja okkur. Megi Drottinn gefa okkur djörfung til að lifa og vitna í djörfung fyrir hann á meðal manna í trúlausum heimi. Kom þú, Drottinn Jesús, kom þú skjótt.